Komið sæl áhugin góður og verið velkomnir í frétt og umræðu þáttinn 21 á þriðjudagskveldi. Við verðum hér í umhverfismálunum miðbygg þáttarins. Margrét Marteinsdóttir fær til sín 2 góða gesti til að tala svona nýtt upphaf í umhverfismálum. Fólk að vakna upp við vondan draum, skulum við segja, í þeim efnum. Við ætlum að kynnast ferðamöguleikum Íslendinga undir lok þáttarins eins og við höfum verið að gera á síðustu dögum og vikum. En við byrjum hér eins og fyrir þriðjudaginn á ritstjórnum sem rýna nú í helstu fréttamál líðandi stundar og þar af nógu að taka. Stóri dómur féll í morgun harður á hendur dómsmálaráðherra. Við ætlum að ræða það sjálfsögðu, við ætlum að ræða kjaradeilurnar, við ætlum að ræða Samherjamálið. Átti Már Guðmundsson að segja af sér vegna þess máls og við kannski komum aðeins inn á hráakjötið og EES og Brexit í lokin. Hjá mér Þórir Guðmundsson, fréttastjóri Stöðvar 2 og Björgvin Guðmundsson, fyrrverandi ritstjóri Viðskiptablaðsins, fréttastjóri á Magganum og Fréttablaðinu, verið velkomnir. Og Björgvin, fyrst af öllu, hversu alvarlegur þessi dómur Mannréttindadómstólsins á hendur Sigríði Á. Andersen dómsmálaráðherra? Þetta högg fyrir hana? Ég held að þetta sé fyrst og fremst pólitískt högg fyrir hana. Já. En ég held að við verðum svona aðeins að anda með nefinu og svona bíða eftir að það verði svona gert betur grein fyrir hvað þetta þýðir og hvað nákvæmlega sagt í þessu dómi. Fyrstu fréttir benda til þess að fólk svolítið stóryrt í fjölmiðlum. Það krafist afsagnar dómsmálaráðherra og annað. Og þetta mun alveg smitast mjög mikið út í alla pólitíska umræðu. En svona hvað þetta þýðir fyrir dómstóluna ég vil ég stíga varlega til jarðar. Ég sá að Landsréttur búinn að fresta málum þar sem þessi 4 tilteknu dómarar sitja í og það svo sem ágætt með að við svona áttum okkur á stöðunni. Það réttar óvissa í landinu í rauninni? Já, ég myndi ekki segja það, ekki taka svo sterkt til orða. Ég held að það sé alveg hreina línur að skipunin var lögleg. Það var málsmeðferðin sem var ábótavant. Hæstiréttur hvað upp úr með það að skipun þessara dómara sé lögleg og eftir eru skipaðir þá eru sjálfstæðir í störfum sínum og starfa ótímabundið náttúrulega eru æviskipaðir þannig að það ekki hægt að reka þá. Og ég held eins og ég túlka þessa fyrstu niðurstöður sem ég hef séð að mér finnst þetta ansi hart orðað hjá Mannréttindadómstólnum og ég efast að þetta sé rétt og mig grunar að þessu verður bara vísa til einhvers konar yfirréttar vegna þess að ég get ekki séð, og þá tala ég bara fyrir mig persónulega og náttúrulega ekki löglærður þannig að þessi einstaklingur sem þarna á í hlut og fór með þetta mál fyrir Mannréttindadómstólinn að hann hafi eitthvað að hafi verið brotið á honum, að hann hafi ekki fengið óvilhallan dómstól til þess að dæmi sínu máli fyrir það að keyra próflaus og undir áhrifum vímuefna. Hvernig á hann að fá óréttláta málsmeðferð vegna þess að Sigríður Andersen sinnti ekki einhverju rannsóknarskyldu. En skipun dómaranna lögleg. Það Hæstiréttur sem úrskurðað það. En það sem vekur athygli mína hversu harður dómur þetta og lýsingarorðin eru mörg hver óvægin. Þarna verið að tala bara hressilega norðlensku. Við biðum eftir þessum dómi í morgun sem kom síðan 2 mínútur í 9 og 10-3 mínútum síðar kom fréttatilkynning þar sem var svona í almennari orðum farið yfir hver niðurstaðan hefði verið og hún allt svakaleg og við skulum líka bara þannig að það sé ljóst að þetta ekki bara dómsmálaráðherra, þetta ekki bara Sigríður Andersen, þetta líka Alþingi sem að fær þarna bara áfellisdóm og það engin það sem við verðum að tala að vega að undirstöðu réttaríkisins með því að standa ekki þannig að málum við ráðningu á dómurum að það standist að menn geti fengið réttláta málsmeðferð. Það voru ekki tekin af tvímæli? Það eru engin tvímæli í þessu. Þetta er alveg ljóst. Það verið að segja að þetta var ólöglegt. Það verið að setja Ísland í flokk með Ungverjaland og Póllandi sem að Mannréttindadómstóllinn og Evrópuríki hafa verið að setja út á með að stjórnvöld hafi ætlað að ráðskast það hverjir sætu í Hæstarétti eða í dómstólum í landinu og það
við erum aldeilis að fá á baukinn Ísland með en hversu þungt pólitískt högg þetta fyrir Sigríði á Andersen dómsmálaráðherra sem sko í aðdraganda þess máls hefur líka svo það bara allt önnur spurning sko, hvort hún hefur ennþá meirihluta á bakvið sig sem að mér finnst ekki ólíklegt að hún hafi en það breytir hinu ekki að þannig sko í rauninni sá dómstól sem við höfum litið á sem sko þann dómstól sem að mál fara síðast til á Íslandi. Ef Hæstiréttur kemst að einni niðurstöðu þá bara einn dómstóll enn og það Mannréttindadómstóll Evrópu og hann hakkar í sig niðurstöðu Hæstaréttar, segir að rétturinn hafi svona lýst áhyggjum yfir hinn og þessu og þeir svona líta á það og segja en býtu svo kemst hann að þeirri niðurstöðu að þetta hafi samt engin áhrif. Já. En Björgvin, sko pólitíkin í þessu svo að Katrín Jakobsdóttir núverandi forsætisráðherra og Svandís Svavarsdóttir núverandi heilbrigðisráðherra framalega í flokki við skuld Vinstri grænna báðar tvær og leiða flokkinn voru afskaplega harðorðar í tíð ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar með Viðreisn og Bjartri framtíð svona embættisfærslur Sigríðar á Andersen á þeirri tíð. Þær eru settar væntanlega í pólitíska mjög erfiða stöðu núna að þurfa væntanlega að verja dómsmálaráðherra Birgir Ármannsson sagði í fréttum í morgun að væntanlega hefði dómsmálaráðherra ennþá stuðning beggja samstarfsflokkana. Já, hann reiknaði með því, hann gat náttúrulega ekki fullyrt það og það margt eftir að þróast í þessu máli í framhaldinu. Þetta hlýtur að vera erfitt fyrir Katrínu og Svandísi, svo 2 dæmi séu nefnt. Klárlega, mjög erfitt og það erfitt fyrir margra í flokki Vinstri grænna að verja Sigríði Andersen. Hún hefur svona strokið svolítið á augunni. En ég held samt að fólk muni svona aðeins bíða og sjá og ég held að það sé skynsamlegt að rykið setjist og það sé hægt að kafa dýpra í efni málsins og hvað þýðingu þetta hefur. Mér minni líka að Katrín Jakobsdóttir fór aldrei fram á það á sínum tíma þrátt fyrir harða gagnrýni á dómsmálaráðherra að hún segði nokkuð tíman af sér og hún hefur aldrei gert kröfu það að nokkur ráðherra segir af sér þrátt fyrir að hafa sett fram mjög harða gagnrýni þegar hún var ekki í ríkisstjórn. Þannig hún verið samkvæm sjálfur sér hvað varðar. En verður Katrín ekki núna hér, versugú, að birta opinberan stuðning sinn við þennan ráðherra? Hún var krafin svara, sá ég fyrir í dag og ætlaði að taka daginn til þess að melta þetta og jú, hún verður krafin svara. Þannig að hún þarf að gera upp hugsun hvað hún ætlar að gera. En baklandið vissulega geltandi og það erfitt að standa af sér þann storm en bæði svo Katrín hefur sérstaklega staðið vel í fæturnar í erfiðum málum og verið samkvæmt sjálfur sér út í gegn þannig að það ber að virða það en ég get ekki fullyrt hvað hún gerir í þessu máli. Þessi hefð á Íslandi að segja seint og helst ekki af sér mjög ábyrrandi. Við þekkjum nýleg dæmi ef svo má segja frá síðustu árum og áratugum. Albert Guðmundsson sagði af sér vegna hafskipsmálsins og skattagreiðslna í þeim efnum. Guðmundur Árni Stefánsson tók pokann sinn vegna embættisfærsla og gagnrýni Ríkisendurskoðunar á sinni tíð. Við þekkjum náttúrulega mál Björgvins G. Sigurðssonar sem sagði af sér vegna hrunmála og af heilsufarsástæðum Halldór Ásgrímsson, Ingibjörg Sólrún, Geir H. Haarde, Hanna Birna vegna lekamálsins, nýverið Sigmundur Davíð vegna vindhrísmálsins. Þetta eru allnokkur dæmi en með við pólitíska umræðu tiltölulega fá, ef við berum okkur saman við Norðurlöndin, Bretland, Þýskaland, svo nokkur sér dæmi nefnd. Af hverju þetta svona, Þórir, varlega vegna fámennisins eða eitthvað í þá veru? Þessi hefð hefur ekki skapast að menn láti embætti njóta alltaf vafans. Já, þessi hefð hefur ekki skapast og það hefur verið erfitt fyrir stjórnmálamenn að komast aftur inn í stjórnmálin. Á Norðurlöndum virðist vera önnur hefð en menn draga sig tilbaka. Þá eiga ekkert mjög erfitt með að komast inn aftur. Kannski vont að nota þetta orð en heiftin eða meiri hérna. Það svona já, það talað svona óvægnar oft. Og menn komast upp með það að forherðast. Já, menn gera það. En að því við vorum að tala Katrínu Jakobs og Vinstri græna, það er náttúrulega margir sem tóku til máls á sín tíma þegar kom fram vantraust og þá var annað
stjórnarmynstur. Þannig að þeir sem eru í þessu stjórnarmynstri núna, þeir þurfa að skoða líka hvað þeir sögðu á sínum tíma og ég held að sé mjög skynsamlegt hjá Katrínu Jakobsdóttur að taka sér daginn, enda sko, hún í Bandaríkjunum og kemur heim í nótt, hún tekur þetta fræga næturflug og mætir væntanlega eldsnemma morguns og þarf þá að gera upp við sig, sko, en allt sem við höfum séð frá Vinstri grænum sérstaklega, sko, sýnir að þeir ætla að halda áfram í þessari stjórn. Það verður ekki fyrir inn í fullan nefana að þeir gera eitthvað sem að kemur því í hættu. Björgvin, fjarar þetta út? Er þetta dæmigert mál þar sem menn axla ekki sín skinn og máli svona fjarar út? Það verður í fjölmiðlum í 4-5 daga í viðbót? Nei, ég held ekki, vegna þess að það er það mörg atriði sem að þarf að leiða til lykta og það mun alltaf þá koma upp á yfirborðið aftur í umfjöllum fjölmiðla. Þannig að sko, pólitískt verður þetta erfitt núna en það verður að fást einhver niðurstaða og þangað til einhver niðurstaða fæst og þá fjarar það ekki út og það getur dregist. Stjórnin springur ekki á þessu? Ég reikna ekki með því, nei. Ég held að sko, þegar það verður smá svigrúm til þess að skoða efni málsins og koma með rök að þá svona muni umræðan róast aðeins en ég efast ekki það að stjórnarandstaða mun sko sækja miklum krafti gegn dómsmálaráðherra og ríkisstjórninni allri. Já, þeir eru í dauðafæri. En ég held að hún mun nú, sko, ríkisstjórnin mun lifa af, sko, en sko, Sigríður Andersen mun væntanlega gera það líka. En þá að öðrum embættisfærslum sem eru umdeildar, Már Guðmundsson fór mikinn gegn Samherja án að þér virðist ástæðu. Samherji virðist vera búin að gjörsigra þetta mál. Björgvin, þú sem gamall viðskiptafréttamaður, hvernig horfir þetta við þér? Er ekki það augljósa staðinn að Már er bara mjög skemmdur í þessu máli? Jú, hann kemst ekki vel frá því. Hann kemst ekki vel frá því. En situr áfram? Situr áfram, hann fer nú frá á þessu ári, skipunartíminn hans er liðinn, en ég held að muni þá fara úr Seðlabankanum með skömm að hafa þetta mál í farteskinu. Þetta er búið að vera mjög þungt mál. Ég var nú ritstjóri á Viðskiptablaðinu þegar þessi húsleit var gerð 2012. Nánast í beinni útsendingu? Nánast, já, í beinni útsendingu, já, og svona, þetta vakti alltaf gríðarlega athygli og það var sendt út fréttatilkynning á íslensku og ensku og þetta átti að vera svona, þetta var mikið sjó og það sem ég gerði nú á þeim tíma var að skoða gögn málsins og kynnti mér þau og kallaði eftir þeim gögnum sem ég gat séð og gat fengið vegna þess að sko þeir sem urðu fyrir húsleitinni, Samherji í þessu tilviki, að þeim var haldið út í kuldanum ótrúlega lengi og það hefur verið gegnum gangandi í öllu þessu ferli að þeir hafa ekki fengið aðgang að einum gögnum eða átta sig á hvaða forsendum málin fóru í þennan farveg þangað til einhvað dómsmál féll í héraðsdómi að þá kom í ljós svona á hvaða forsendum húsleitin var gerð og ég man eftir forsíðu Viðskiptablaðsins sem ástóð sko húsleit á röngum forsendum. Þannig að það var niðurstaða héraðsdóms þá og síðan þá hefur þetta verið þrautaganga fyrir Samherja en ég vil líka taka fram að það eru sko fleiri aðilar sem hafa lent í klónum á Seðlabankanum sem hefur núna ákveðið að endurgreiða alla sektir og sáttir sem hafa verið gerðar svona, sem þá er viðurkenning á því að þeir höfðu rangt við í sinni stjórnsýslu sem var síðan undirstrikuð heldur hressilega af umboðsmanni Alþingis. Heldur betur. Á nefndafundi Alþingis. Og hann tók sko sjaldgæflega sterkt til orða. Já, hann notaði orðið svo, sko, hann var spurður að því hvort honum var í misboði, hann sagði mér er ekki misboði, en mér er misboði fyrir hönd fólks og fyrirtækja sem hafa lent í þessari stjórnsýslu og hann gaf í skyn að það hefði ekki verið til þekking til þess að sko fara með þetta vald sem að Seðlabankanum var falið og ég man að ég gagnrýndi nú fjármálaráðherra á sínum tíma sko harðlega fyrir það að hann tók bara drög að hverju einustu frumvarpi frá Seðlabankanum og keyrði það í gegnum Alþingi og veitti Seðlabankanum þetta gríðarlega mikla vald og það sem var böðlast á borgurunum eins og umboðsmaður sagði. Þannig að ég tel að það þurfi að bregðast við þessum alvarlegu athugasemdum. Það þarf að skoða þennan leka í upphafi húsleitar og þær forsendur sem að lágu þá til grundvallar. Það þarf að skoða þátt yfirlögfræðing Seðlabanka, Sigríðar Lóadóttur. Ég meina, hún fékk heldur betur ákúrur hjá umboðsmanni fyrir stjórnsýslu og lögfræði bankans. Og síðan náttúrulega Arnór Sighvatsson, ég held að vera erfitt fyrir hann að sækja eitthvað embætti í Seðlabankanum núna þegar það verður auglýst eftir nýjum bankastjórum. En sko Þórir, hvað er að kalla svona hluti? Valdníðsla án afleiðinga? Sko,
Það má líka setja þetta í samhengi við hrunið og ég fylgdist nú bara með þessu fjarlægð og var ekki að skoða þetta sem fréttamaður á þessum tíma en ég man vel að það voru hérna nornarleitir að fólki sem að gæti átt gjaldeyri einhvers staðar og það var farið mjög hart fram og menn að væntanlega talið sig hafa almenning með sér svona eftir þetta allt saman hérna ríkið og bankar og allir í sko algjöru vantrausti. Var þetta partur af múgsefjun á þeim tíma? Já, ég held, sko, með þetta einstaka mál, ég bara get ekki sagt að ég get ekki nógu vel með því, en það var múgsefjun á þessum tíma og hún beindist að öllum sem getur hugsanlega átt gjaldeyri vegna þess að það þurfti bara að bjarga þjóðinni. Og kannski voru embættir menn í Seðlabankanum einhvern veginn bara í þessu andrúmslofti. En síðan náttúrulega smá saman þá róast það og þeir héldu áfram og áfram og áfram og ég býst við að það sé svona einhverjum það sem að menn eru að skoða núna, ekki kannski bara upphafið, heldur að menn héldu bara áfram, mjög einbeitt. Það er náttúrulega mjög áberandi í þessu máli öllu. Örstutt að kjaradeilunum, Björgvin, það virðist vera að skrifa í skýin að menn fari í verkföll hvert á fætur öðru. Kannski óbeilegasta setning kjarasögunnar sem féll fyrir helgi þegar að Sólveig Anna kvaðst hlakka til verkfalla, óvenjuleg setning úr munni verkalýðsforingja, en höggið. Við erum svona búin að fara hagsveifluna upp á við, erum komnir upp á toppinn og erum kannski aðeins að klifra niður á við. Óttastu langvarandi átök? Já, ég geri það. Á þess að sko geta fullkomlega gert mig grein fyrir því. En af hverju þessi reiði, þessi undirliggjandi reiði? Sko, auðvitað má náttúrulega segja sko, að embættismannakerfið, ríkisstofnanir, Alþingi sjálft og ráðherrar hafi nú ekki gengið undan með góða fordæmi þegar kemur að launahækkunum. Nei. Er það reiðin? Það er allavega hefur verið góður jarðvegur fyrir reiðina og svona og blásið upp umræðina misskiptingu og launakjör almennt í landinu. Ég held líka hluti af þessu er svona að það er svona ákveðin, hvað ég segja, pólitísk markmið með þessari verkalýðsbaráttu núna sem að voru kannski þrengri, getum við sagt, áður fyrr þar segja að það voru bara markmið það að bæta kjör, en núna er þetta svolítið markmið að hafa áhrif á hvað ég segja, skipan samfélagsins, þar að segja... Það er miklu meiri verkalýðspólitík í gangi. Já, og bara í rauninni hvernig sko landslag stjórnmálana eigi að vera á Íslandi, hvaða áherslur ríkisstjórn á að hafa og hvernig á að beita sko, hvað ég segja, Alþingi og löggjöf til þess að jafna hér stöðu fólks með þvingunum þá í gegnum löggjafann og draga þá niður sem að hafa fínt og reyna þá að bæta kjör þeirra lægslunu, sem er í sjálfu sér alveg gott markmið, en aftur á móti erum við ósammála sko leiðinar að því og hvaða afleiðingar það hefur, og það er kannski sá galli sem er stærstu, finnst mér á verkalýðshreyfingunni núna, er að þau neita stundum að horfast í augu við staðreyndir. En það er samt sko nýr tónn, hann er ekki bara á íslensku, hann er á ensku líka, það eru konur hótelþernir sem að ganga út, fussandi og svegjandi. Já, sko, Sólveig Anna Jónsdóttir sem er mjög nýr og óvenjulegur, óvenjuleg baráttukona í forystu verkalýðs. Og kemur sjálfur rótin? Hún var 10 ár leikskólakennari á þessum lágu launum sem hún er að reyna að hækka núna, en það var, hún hafði tvenns konar markmið með verkfallinu allavega núna á föstudaginn. Fyrra var auðvitað kjaralegs eðlis að hækka lægstulaun, en hitt var að sýna okkur þetta fólk sem er að vinna inn á hótelinu og sjáum aldrei. Það hefur tekist. Og það tókst alveg, þetta gerðist á 8. mars, alþjóðadegi kvenna, og það komið þetta út rosalega vel máli farnar konur, einn frá Ungverjalandi sem við tókum viðtal við og aðrar sem bara kunna alveg að segja frá. Hvernig þær væru að starfa og hvernig þeirra aðstæður væru. Þannig að það tókst alveg ágætlega. En ég veit ekki hvort það er tekið eftir í, en það er Viðar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri, sem talar meira núna og hann er svona meira í þessari kjaramála umræðu. Sko. Það er ekki bara þessi pólitíska og svona hugsjóna pólitík sem Sólveig Anna rekur, og þá erum við komin í allt annað og ég hef verið að tala við verkalýðsleiðtoga og þeir vilja þetta bara ná samningum. Það er markmið, þannig að ég held að sko, hitt markmiði það hafi náðst, en nú þurfa menn að ná samningum og Starfsgreinasambandið er að funda núna með 2 öðrum félögum
og þeir segja þetta verður nást saman í þessari viku. Við komumst ekki yfir hráakjötið en það búið að henda gaman að því að Guðni Ágústsson vinur minn og Björn í Úthlíð voru á Kanaríum, væntanlega nýbúnir að fá sér gæðasteik frá Spáni og ályktu sem svo að það ætti ekki að flytja inn hrátt kjöt til Íslands og helst svona gjalda varhug við EES-samningnum í þeim efnum. En Þórir, ég get ekki sleppt þér, það er Brexit-dagur. Er ekki mesta líkur á því að Bretar fresti útgöngu úr Evrópusambandinu? Og stóra spurningin er þá hvort þeir greiði atkvæði á breska þinginu að halda aftur þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er auðvitað ennþá möguleiki að bara 29. mars þá séu þeir farnir og þá er bara uppnám á Írlandi, friðarsamningarnir bara í algjör uppnámi og væntanlega miklar biðraðir á landamærunum, alls staðar. En hver er líklegasta sviðsmyndin á þínu viti? Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla, er hún innlegin? Líklegra nú en áður að verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla, hugsanlega bara frestaðir og meðan við það sem undan hefur gengið, að þá gerist eitthvað sem við veitum ekki hvað er. Björgvin, margir íhaldsamir Bretar og eldri Bretar hafa aldrei viljað vera einhver annexi í Evrópusambandinu, líta ennþá á sig sem stóra heimsveldi sem á ennþá eitthvað inni, en þetta er ofboðslega döpur ganga hjá þeim þessa dagana. Klárlega. Og þeir hrekjast á milli hérna Brussel og Lundúna. Algjörlega. Ég átta mig ekki alveg nákvæmlega á því hvernig svona pólitíki liggur nákvæmlega innan flokksins, nema bara svona grófa myndin eins og allir aðrir sem að sjá það gegnum fjölmiðla. En mér hefur svona fundist kannski einna merkilegast að það er ekki alveg dauðadómur að fara út úr Evrópusambandinu og hræðsluáhrifin hefur verið mikill, þannig að hvað ég segja, aðferðafræðin við að stíga það skref hefur öll verið í mólum og mjög erfið pólitísk og maður sér ekki fyrir endan að það var aldrei til plan B. Það var aldrei til plan B, nei. Björgvin, bestu þakkir sömuleiðis Þórir Guðmundsson sem að sitja hérna í Hámur og rætt helstu fréttamál líðandi stundar. Við förum að fara yfir í umhverfismálin með Margréti Marteinsdóttur eftir augnablik. Það er svona ný dögun í þeim málaflokki. Takk vel eftir innan skamms. Sæl aftur. Loftslagsmál eru mál málanna, marka má umfjöllun fjölmiðla og samfélagsmiðla. Í hverri viku eru ráðstefnur og fundir hér í Reykjavík og víðar á Íslandi þar sem fjallað loftslagsmál. Ég skoðaði til dæmis Facebook með þetta í huga í gær og taldist til að í þessari viku er að minnsta kosti 8 viðburðir sem að tengjast hlýnun jarðar eða þar sem rætt er hlýnun jarðar og í kvöld er fundur hjá Reykjavíkurborg þar sem að yfirskriftin liggur okkur lífið á. Þar ætlar Pétur Halldórsson, formaður ungra umhverfissinna, að tala og hann er hingað kominn og líka Rannveig Magnúsdóttir, líffræðingur og sérfræðingur hjá Landvernd og þú ert reyndar líka í stjórn Landverndar. Verið innilega velkomin. Takk fyrir. Við ætlum að ræða þetta næstu mínútur. Umræðan loftslagsmál, hún er komin upp úr grasrótinni. Ég held við getum alveg fullyrt það og svo fáum við að heyra að það sé meiri háttar vitundavakning í gangi. Loksins, segir þið alveg örugglega sem eru búin að fylgjast með þessum málum og berjast niður í grasrótinni í öll þessi ár. En svo herma til dæmis nýjustu fréttir að losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, hún jókst milli áranna 2016 og 2017 og þessi losun hefur staðið í stað frá árinu 2012. Vitundavakning, hvar er hún þegar við sjáum svona tölur? Nákvæmlega. Þetta er svona hálf hjákátlegt að heyra þessar tölur. Það þarf náttúrulega að fylgja gjörðir. Það er ekki nóg að skrifa bara 4 orða blað. Það verður að fylgja þessu alvöru gjörðir og við sjáum það vonandi bara koma. Það er alveg klárt mál, það hefur verið mikil vitundavakning. Ég er búin að vera að berjast í þessu mjög lengi og þetta er í fyrsta skipti núna, svona síðustu bara mánuði, sem að ég er svona í alvörun að fyllast vonum að við náum að takast á við þessu vandamál. Já. Fyrir svona árið síðan var ég mjög svartsýn, virkilega. Nokkri mánuðir bara? Já, ég bara eiginlega frá því að ég bara heyrði nafnið Greta Thunberg í rauninni. Það er nefnilega það. Já. Stúlkan. Sænska sem núna... Lína langsokkurinn okkar. Já, einmitt. Já, sýnist þér það að það hafi orðið mikil vakning með hennar þegar hún kom inn á sviðið? Já. Hún náttúrulega er ekkert að koma með nýjar upplýsingar og hún er aldrei sagst vera með nýjar upplýsingar. Hún er bara að segja þarna hlustum á vísindamenn
og vísindamenn eru búin að segja þessa hluti í áratugi, í 100 ár, búin að segja, pössum okkur, við erum að eyðileggja jörðina okkar. Og svo kemur þessi unga stórkostlega stúlka og setur þetta bara á mannamál og bara pínir fólk til að hlusta. Og það líka að hún skildi hafa náð ungu kynslóðinni með, það í rauninni bara algjört kraftaverk og auðvitað hefur maður trú á ungu kynslóðinni en þetta í rauninni bara, já, síðustu mánuðir hafa verið mjög gaman að fylgjast með þessari vitundavakningu og hreyfingu sem er að fara í gang núna. Ungir umhverfissinnar, hvað segir þeir þetta, eða þið? Þetta er náttúrulega einmitt á rétti leið, en ég held einmitt að svona stærsta vandamál hingað til hefur verið að það hefur alltaf verið fólk sem þekkir þetta að einhverju leyti en að tengja loftslagsmálin við öll önnur málefni. Og bara sem dæmi þegar við ungir umhverfissinnar fóru á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna síðasta desember, þá sló mig kannski mest að við erum þarna með 2-3 vikna ráðstefnu þetta eina málefni og í rauninni ef við myndum hafa 2-3 alþjóðaráðstefnu hvert einasta málefni sem þarf að sinna þá hefðum við ekki tíma. Og ég held að það sé dálítið svona lykillinn og í rauninni það sem er að gerast með því að þessari hreyfingu ungs fólks að það er ekki lengur með einhverja afmarkaða hópa í samfélaginu, með allt samfélagið. Já. Og að gera loftslagsmálin tengja þau við öll önnur málefni held ég að sé í rauninni lykillinn að því að geta raunverulega tekist á við þetta. Þau náttúrulega, framtíðin er þeirra, þetta er unga fólkið og þau eru að fara að taka við. Og maður veltir því einmitt fyrir sér þegar maður sér þessar tölur losun og svo líka var nýlega greint frá því að hver Íslendingur hendir að meðaltali 15 kílóum af textíl og skóm. Þetta var árið 2016 sem sagt, það er 2-falt meira magn en árið 2012. Þetta er sem sagt gríðarlega aukning á 4 árum. Það er svona svolítið eins og fólk hegði sér eins og framtíðin sé björt. Það sé, sko, já. Já, auðvitað ef mann er lýst illa á aðstæður og maður verður hræddur, að þá er náttúrulega bara svona algjör svona varnarmekanismi að þykjast eins og þetta sé bara, eða láta eins og þetta sé allt í lagi. Já. Og það er bara, kannski vil ég ekki tala illa strúta en þetta það að þeir stingi höfðinu í sandinn, að það er svolítið það sem við erum búin að gera síðustu áratugi. Að því að verkefni er svo gríðarstórt að fólk sér ekki fram á að geta náð þessu markmiðum og þá er alveg skott að njóta partísins bara. Já. Og það er kannski líka það að fólk, ég held að enginn gerir sér raunverulega grein fyrir öllum áhrifunum sem við höfum á umhverfið. Hvort sem við erum að kaupa ykkur á vörur, hvort sem það er fatnaður eða raftæki, það er enginn sem veit raunverulega hvaðan öll þessi hráefni koma, hvað er öll vinnan á bakvið þetta er og hvað þá þegar þetta er síðan þessu er fargað, jafnvel urðað. Ef við byggjum á urðunarstaðnum okkar þá erum við kannski aðeins meira meðvituð en fyrir okkur er þetta náttúrulega bara eitthvað sem er sendt burt og hverfur. Þannig að okkur finnst eins og þetta sé bara allt í góðu. Nákvæmlega. En ég held að núna bara með upplýsingum og sérstaklega samstarfi milli landa og það er kannski annar styrkur við þessa svona alþjóðlegu hreyfingu að margur úrgangur er að ferðast eins og bara við sendum allt plastið okkar til Svíþjóðar og svo eru fólk nýbúið að fatta já, býtu, það þarf bara að brenna það og kannski er það skásta leiðin en bara fólk viti hvert það fer. Hvað ráðleggið þið fólki? Þá er ég að hugsa bara neytendur núna. Ég hef náttúrulega verið að tala við stjórnvöld en hvað ráðleggið þið neytendum? Bara að skrúa niður neysluna eins og hægt er og það er enginn að segja og þurfir ekki að megir ekki borða lengur súkkulaði eða megir ekki lengur vera með grillveislu eða megir ekki lengur fara til útlanda. Það er enginn að segja og bara vera inn í einhverjum helli en það er að minnka alla þessi neyslu, jafnvel þó þú haldir áfram að velja alveg sömu tegundir, jafnvel. Ég myndi mæla með því að fara að kíkja líka á hvers þú neytir, en jafnvel þó myndi bara keyra þetta niður. Í staðinn fyrir að fara í 4 ferðir á ári, ferð í 1 ferð. Í staðinn fyrir að borða 10 súkkulaðistykki á viku, borðaðu við kannski 2. Þannig að, og líka bara átta sig á því að líka bara heilsufarsmál þau tengjast líka vellíðan og vellíðan tengist þessu öllu. Þetta er svona margkanta svona hliðar á þessu því að nú eru þættir til dæmis eins og Marie Kondo og fleiri svona tiltekna þættir til dæmis að tengja saman drasl við bara vanlíðan. Þannig að fólki líður illa að sé mikið drasl í kringu það og þá er meira að segja loftslagsumræðan ekki einu sinni tengd inn í það. En þarna er verið að einfalda líf fólks og þetta er mjög vinsælir þættir og vinsæl fræði
að það verður að tengja þarna einmitt bara neyslu við vanlíðan. Þannig að þetta eitthvað með því að til þess að líði vel, að þá getur við góður umhverfi í leiðinni. Og ég held að þau eru líka kannski bara að hugsa dálítið hvernig við mælum okkar ánægju og horfum á okkar sjálfsmynd, að ef við tengjum það alltaf við hlutina sem við eigum, en ekki til dæmis bara það að hafa aðgang að náttúrunni og að hún sé í lagi og samfélagið sé í lagi. Ef við gerum það að rauninni sjálfsmynd okkar, þá skiptir ekki eins miklu máli þótt við séum að draga úr neyslu. En með að við horfum á að við séum nú bara alvöru manneskja ef við eigum þennan og þennan hlut, þá þurfum við svo mikið að pína okkur til þess að draga úr neyslunni. En ef við tökum okkur svona sjálf og umhverfið framar, þá er svona auðveldar að takast á við þetta. Og líka bara myndi ég segja að við þurfum bara að horfa svona jákvætt fram á veginn, að þetta risastóra áskorun og þetta ekki bara hérna á Íslandi, þetta allur heimurinn. Og það skiptir ekki máli þótt við náum ekki að leysa allt fullkomlega. Þetta bara skaðaminnkun sem við þurfum að fara í gegnum. En til þess að við náum þessum markmiðum okkar sem einstaklingar, að þá verður kerfið að koma til móts við okkur. Þannig að ég sem einstaklingur, ég get ákveðið að fara einmitt hætt að fljúga, hætt að borða kjöt, hætt að gera þetta, hætt að gera hitt. En það skiptir eiginlega næstum því engu máli ef að kerfið kemur ekki til móts við mann. Og ef ég ein í þessu, að þá gerist ekki neitt. Þannig að það fjöldahreyfingin og það kerfisbreytingin sem þarf að koma í gegn. Þannig að fyrirtæki fara að taka ábyrgð á sínum vörum, að það sé ekki bara leyfilegt að búa til vöru sem ekki hægt að endurvinna. Til dæmis að bara, það rauninni ótrúlegt að sé hægt að kaupa einhvern snakkpoka og að það sé að umbúðirnar séu blanda af áli og pappír og plasti og veit ekki hverju, að þetta svo flókið að það ekki hægt að endurvinna. Þannig að það endar alltaf í urðun. Þannig að það sem við viljum alls ekki að gerist. Þannig að það verður bara að vera ákveðin regluverki sem verða að vera í gangi og vilji stjórnvalda og fyrirtæki að breyta, og það hjálpar neytendum á móti og það hjálpar líka þeim neytendum sem hafa í rauninni engan áhuga á umhverfismálum líka. Þannig að þú getur verið algjör umhverfissóði, en ef að kerfi leyfir þér ekki að vera umhverfissóði, þá náum við öllum með okkur. Þá er þetta ekki bara einhverjir undarlegir umhverfissinnar sem inn í einhverjum helli, þetta gengur ekki upp þannig. Og það líka kannski tækifæri sem fólk hefur, af því að allir í samfélaginu hafa einhvers konar hlutverk í stærra samhenginu, hvort sem vinna hjá stjórnvöldum eða fyrirtækjum eða hvað sem og horfa þetta bara svona á sinn þátt í þessari heild að samfélagi sé að breyta þessari stefnu. Og það líka bara alltaf svona spennandi verkefni hvernig við náum að samþætta alla þessa ólíku þætti. Aðeins ferðalög, flugsamgöngur. Ég las á Bloomberg bara í gær að nú talið að flugfarþegum muni fjölga 100 milljóna bara á næstunni, og það sé engin lausn í sjónmáli, segir Bloomberg. Og við heyrum það mjög frekar hávær umræða það hér núna á Íslandi að það sé að fækka ferðamönnum, það sé samdráttur og fólk hefur áhyggjur af því. Hvað segir þið þessa umræðu? Já, það verður náttúrulega bara að setja hatt eða þak á alla mengun og losun, hvort sem það útblástur eða eitthvað annað. Með flugsamgöngur verður þetta alltaf mjög flókið mál að hugsa hverjir fá þá að fljúga og hversu oft, og þá erum við komin út í efnahagslegt jafnrétti og alls konar svoleiðis samhengi. Þannig að það er ekkert að segja að það sé einfalt mál, en ef við setjum ekki þak á þessa losun, þá náttúrulega munum hafa afleiðingar sem við bara getum ekki tekist á við. Ég til dæmis umhverfissóði að því leytinu að ég búin að fljúga mjög mikið, bara viðurkenn það hér með. Að ég búin að fara 3 sinnum til Ástralíu, ég farið 2 sinnum til Madagaskar, ég farið til Bólivíu, ég farið til Suðaustur-Asíu, Afríku. En þetta líka, þessi ferðalög, þau mótuðu mig sem manneskju, og ég vinn við umhverfismál út af þessum ferðalögum mínum. Það er þetta orðað þannig. Þannig að ég kannski sé ekki beint eftir þessu, en af því að alltaf fyrir 10 árum síðan verður ekki kannski verið að tala jafn mikið þetta eins og þá. En það verður auðvitað að vera einhvers konar þak, og það er bara, þarna verða stjórnvöld að koma inn í. Og ég held líka að fólk þurfi líka að hugsa það er svo auðvelt að festast í einhverjum loftslagskvíða og svo framvegis, að fólk ætti frekar að hugsa ég er kannski búinn að fara í öll þessi ferðalög
og það þá bara gott og blessað, en hvað ætla ég að gera núna? Og nú kom þetta orð sko að flugstreita og flug svona samviskubitt. Þetta orð sem að þekktist ekki fyrir ykkur örfáum mánuðum síðan. Þannig að fólk í alvörinu bara, guð já, ég að fara til London. Bara, ég þarf nú eiginlega ekki að fara en ég samt að fara, ég vil ekki segja neinum frá því sko, það alveg svona. Og þetta í rauninni svona samviskubitt sem í rauninni bara mjög gott að þessi komið í umræðuna. Þannig að maður vil ekki að fólki líði illa, en þannig nú fyrsta skipti sem að ég svona í alvörinu sé svona fyrir utan mína svona bublu að fólk í alvörinu að pæla svolítið í þessu og með pínu samviskupið. Ég ætla að fara í 2 ferðir í ár upp og sí, sko. Þannig að þau eru bara að finna svona heilbrigðu leiðin já, þetta verður að vera heilbrigt og eins og segi, það má ekki heldur vera vanlíðan sem tengist þessu. En mér finnst líka bara mikilvægt að koma svo fram að ég meina unga kynslóðin er búin að taka við sig núna. Og við erum að tala ungu kynsluna, við erum ekki að tala okkur, við erum löngu dauð. Ég meina, það eru börnin okkar og barnabörnin okkar og ef við ætlum að í rauninni eins og David Attenborough segir, þetta er bara spurningin bara siðmenningu tegundarinnar homo sapiens sem við erum að tala Ætlum við í alvörinu að halda áfram að búa á þessari jörð? Vegna þess að jörðin heldur áfram einhvern veginn, en við erum að taka ákvarðanir núna sem hafa áhrif á komandi kynslóðir og það er það sem að Greta Thunberg að segja svo snilldarlega. Ég meina, hún er unga kynslóðin og við eldra fólki erum að taka ákvarðanir fyrir hennar kynslóð. Og þarna er líka sko það að þau hafi rödd loksins. Það er eitthvað sem er svona mjög jákvætt í umræðinni. Og það er einmitt samstillt loftslagsverkfall alþjóðlegt á föstudaginn næsta. Nákvæmlega. Og hér á Austurvelli. Já, milli 12 og 1. Hvetjum alla til að mæta. Þetta er svo mikilvægt. Og þú mátt alveg vera 50 kona eða kall og mæta líka. Það er alveg Þetta er það mikilvægasta sem við erum að fara að eiga við núna. Já. Og þetta líka kannski svona, dálítið svona tákgrænt fyrir allar þessar áskoranir sem við höfum í heiminum. Hvort við erum að tala umhverfismálin eða samfélagsmálin, til dæmis bara það að með meiri loftslagsbreytingum þá munu vera meiri fólksflutningar. Þá þurfum við að takast á við það að ennþá meira mæli. Já, umhverfisflóttamenn. Já. Þetta er orðin staðreynd og verður meira af því. Og tengist allt. Já, einmitt. En framundan hjá ykkur, það er náttúrulega bara í kvöld hjá þér. Já. Liggur okkur lífið á? Þetta er stór spurning. Liggur okkur lífið? Sko, við þurfum að vera skipulögð. Já. Og hingað til hefur svo sem alltaf verið eitthvað skipulag. En ég ætlaði í kvöld að tengja dálítið saman svona grasrótina og skipulagsmál. Og þar með talið við loftslagsmálin og í rauninni hvaða stefnu við verðum að taka héðan í frá. Og í stuttumáli það að við erum núna komið með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem ríki heims samþykktu 2015 og þetta er í rauninni bara svona 17 markmið með 169 undirmarkmið sem skilgreina í rauninni hvað þarf að vera til staðar. Það á ekki að vera hungur, það á ekki að vera fátækt, það þarf að vera efnahagslegur vöxtur og svo framvegis. Og við verðum að, hvað sem við erum að gera, hvort sem það er skipulagsáætlanir í þessu tilfelli eða eitthvað annað, reka fyrirtæki, hvað sem er, að vera ekki bara að tjekka í öll þessi box, heldur í rauninni stærsta hættan, þetta er eins og með toppstein í svona rómönskum brúum, að ef við sleppum einu markmiði og fókusum bara á það sem við erum uppáhalds eða við erum best í, þá í rauninni hrynur þetta allt saman. Þannig að vera til dæmis í skipulagsmálum, taka með öllum heimsmarkmiðunum og öllum stígunum, þá fyrst getum við byrjað að skipuleggja hvernig við ætlum að takast á við þetta. Og það er kannski útskýrir okkur þetta búið að ganga svona brösulega að í fyrsta lagi voru náttúrulega heimsmarkmiðin ekki til fyrir 2015 og við erum ekki ennþá búin að klára þessa innleiðingu. Akkurat, þetta er í kvöld. Hvar er þessi? Þetta er á Kjarvalsstöðum klukkan 8. Já, einmitt. Takk fyrir það. Þú, Rannveig, þú ert að skipuleggja með börnum, er það ekki, og Jane Goodall. Jane Goodall, sko. Í maí. Hún er náttúrulega bara hetjan mín alveg. Hún og Greta Thunberg eru alveg eldri og unga kynslóðin saman. Já, Jane Goodall, aktivisti. Hún er, heldur betur. Hún er búin að vera það í marga áratugi. Og að hennar fyrirmynd erum við að fara að skipuleggja viðburð sem við höfum kallað dýradaginn. Eða hefur verið í Tævan og Argentínu áður, þetta er kallað Animal Parade. Og þarna ætlum við að vera með skrúðgöngu barna 22. maí sem er dagur líffræðilegrar fjölbreytni, alþjóðlegur dagur líffræðilegrar fjölbreytni.
og ætlum að ganga frá Laugarnesskóla yfir í Grasagarðinn og loka götum og vera með húllumhæ alla leið. Og við verðum með alls konar viðburði tengda þessu og erum í samstarfi við Norræna húsið og Grasagarðinn og Húsdýragarðinn og Fuglavernd og Barnamenningahátíð og Myndlistarskóla Reykjavíkur og alls konar aðila. Og þarna verða smiðjur á undan þar sem börnin búa til búninga og grímur og ganga svo fylltu liði í þessari skrúðgöngu með boðskap málefni hafsins. Við ætlum að vera með það þema í ár, málefni hafsins, sem að geta náttúrulega verið þessi hræðilega plastmengun sem við búum við og loftslagsmálin og líffræðilegu fjölbreytileiki. Þannig að þau fá hérna, þetta er svona valdeflandi viðburður þar sem þau fá rödd, krakkarnir. Og verður þið í sambandi við skólana þá? Já, við verðum í sambandi við skólana í þessum hérna og þetta verður svona, og við erum með þetta svona smá forsmekkur af því sem kemur á næsta ári, eins og næsta ári ætlum við að reyna að fá Jane til að koma til landsins og vera viðstödd og þá myndum við vilja fá bara alla skóla landsins til að taka þátt. Og skemmtilega við þetta er að þetta var byrjað að skipuleggja áður en ég vissi hver Greta Thunberg var. Þannig að þetta kemur svona skemmtilega í framhaldi af því að núna er hérna þessi verkföll núna á föstudögum þar sem að krakkarnir mæta og leggja niður skólavist sína í þennan klukkutíma og svo ætlum við að marsera þarna 22. maí og þetta verður vel auglýst og hlakka mjög mikið til. Já, gangi ykkur vel. Takk fyrir Magnús og Pétur Halldórsson, takk fyrir að koma. Takk fyrir. Og við höldum áfram hér á Hringbraut eftir smá stund, Sigmundur Ernir og ferðalögin. Ég sestur hérna niður með Ingibjörgu Eysteinsdóttur, forstöðukonu hjá Gaman ferðum sem hafa árabil lagt áherslu á alls konar ferðir út fyrir landsdelana. Það eru meðal hópferðir, borgarferðir, siglingar og Tenerife sem er alltaf jafn vinsæl hjá Íslendingum. Hvers vegna í ósköpunum menn sogast að þessari eyju í Kanaríeyjaklasanum? Já, ég hef oft velt þessu sjálf fyrir mér þessari spurningu hvað fólk fyrir aftur og aftur og aftur. Ég held að ég sé sjálf búin að fara 10 eða 12 sinnum. Akkúrat. Þetta er náttúrulega mjög fallega. Þetta er mjög góða gistingar, frábæri veitingastæðir, skemmtilegt svæði, hefur henni upp á allt að bjóða. Þó svo vil ég kannski ekki bara vera í sólinni. Þá er hægt að fara í gönguferðir, hjólaferðir, það er hægt að fara í siglingar á dagsferðir á næstu eyjur. Mjög mikið úrval af góðum veitingastöðum og svo er þetta orðið svolítið bara kannski eins og Gran Canaria var fyrir nokkrum árum. Þú sest eiginlega ekki niður á veitingastað nema að hitta Íslendinga. En ég er mjög hrifin að segja, ég spyr verð oft með þessu hvað fólk fer aftur og aftur og aftur. En ég geri það, ég fer 2-3 hverju ári. Er þetta orðin hálfgerð Íslendinga nýlenda? Já, ég myndi segja það. Það er náttúrulega flug, örugglega 4 til 5 sinnum á viku. Já. Bæði í áætlunarflugi og leiguflugi. Þetta er heldur meira og minna alltaf uppselt. Þannig að þú getur rétt ímyndaður fjöldan sem er í hverju viku af Íslendingum á eyjunni. Og veðrið er mjög milt og stabílt ef svo má segja. Það er bara yfir veturtíman svona 20 gráðu hiti að jafnaði? Já, það er yfir sumartíman. Fer þetta nú sjaldnar yfir svona 27 til kannski 32 gráður. Svo yfir veturinn þá er náttúrulega veðrið aðeins mildara. En þú ert yfirleitt alltaf í 20 gráðum plús, þótt að sé kannski ekki glampandi sól alla daga, en að fara úr skammdeginu hérna heima, bara í birtuna og geta setið og jakka og röltum á kvöldin, það er náttúrulega allt annað heldur en í svartasta skammdeginu, en það er svona styttu veturinn. Þannig að ég held að það sé líka sem að fólk sækir í, þetta er beint flug og þú ert bara komin í svona gott sumarveður. Já, og þú færð mikið fyrir peninginn. Það eru gæði á þessu stað. Já, ég myndi segja það. Það sem að í rauninni mér finnst einkenni við Tenerife og kannski áhersluna sem við leggjum upp á að bjóða upp á góða gistingar. Bæði íbúðagistingar og hótelgistingar. Íslendingar gera kröfur á það. Þú ert kannski búin að borga ákveðna upp að fara og þú vilt bara góða staðsetningu, þú vilt gott herbyggi, gott rúm, þú ert í fríi og það hefur Tenerife. Þeir eru með góðar gistingar. Tölum aðeins svona þær breytingar sem eru að verða á ferðamáta Íslendingar og þið takið mjög eftir í ykkar starfi. Það eru þessar, hvað ég að segja, aksjónferðir. Fólk vill orðið hreyfa sig meira í þessum sumar- og vetrarferðum. Já, það sem er svona kannski nýbreytnin og búin að vera mjög vinsælt hjá okkur og alltaf að aukast. Það svona, við kallum þetta svona hreyfa- og lífstílsferðir.
þá erum við að hafa þetta kannski 20-25 manna hópa, fara í hjólaferð, jógaferð, gönguferðir og líka bara svona í andlega lífstílsferð þar sem þú huga á svona andlega heilsunni. Þetta er mikið að aukast og fólk vil náttúrulega kannski fara í sól eða hita en á sama tíma stunda áhugamáli sitt. Þannig að þetta er bæði, eins og segir, við erum til dæmis að fara í Alpan í gönguferð, við erum líka að fara bara til Spánar. Sumir vilja fara þeir vilja fara í hóp þar sem er skipulagt og haldið vel utan um þig, en á sama tíma verða á góðum hótelum, góðum stað, þannig svolítið svona fá mikið úr ferðinni. Þetta er stóra breytingin á ferðahögum landans. Meðal annars, meðal annars þeir sem að vilja sækja í, eins og segja, eitthvað sem er tengt kannski áhugamálinu og auðvitað er náttúrulega alltaf vinsælt líka að fara í sól og borgir og svona, kannski fólk eru sjálfstæðara að ferðast. En þegar það kemur á svona ferðum, þá vill að fara í skipulagða ferð þar sem að í rauninu þú ert með kannski leiðsögumann utan sem að þekkir svæðið mjög vel, íslensku fararstjóri sem að leiðir hópinn, þannig að ert í öruggum höndum í þessum ferðum. Sem eru svona ákveðnar áhættuferðir og fyrir vikið viltu hafa svona rauða reglur. Já, fyrir eftir hvort þú ert að fara í kannski gönguferð eða bara vera í jóga, svona hvað þú setur áhættuna, sko. En jú, það er svona meira lagt upp á því, og svo kannski á sama tíma fyrir fólk í borgarferð. Það er allt öðruvísi, þá ertu að kaupa bara flug og gistinguna og ert kannski meira á einu vegu. Tónleikaferðir eru áberandi í ykkar bæklingum. Já. Það hefur verið mjög vinsælt og við höfum alveg verið að bjóða upp á tónleikaferðir í London og það er fyrst og fremst, það er rosalega góð, stór tónleikahöll, O2 Arena í London og þar erum við í rauninni með þá sérstöðu að við erum að kaupa flottustu miðana. Þetta eru VIP miðar sem úr með aðgang fyrir og eftir tónleika, svona sérsvæði mat og drykk. Þetta eru bestu eiginlega sætin í boði. Er eitthvað á tónlist í London? Nei, ég segi svo. Allavega, ég fór á YouTube tónleika fyrir 3 árum síðan og það er eiginlega ekkert að toppa það. Nei, þú ert ekki sömu eftir. Nei, með við gæði staðsetning á miða þá er þetta rosalega upplifun. Já, þannig að sko staðsetningin á tónleikastaðnum skiptir auðvitað miklu máli. Já, ef þú ert kannski búin að fara að sjá þinn uppáhalds tónlistarmann og þú ert að fara að gera á annað borð, þá viltu bara gera það á flottan hátt og vilt bara geta séð bara ædolið, sko. Já, svitadropana leka á honum. Já, nánast. Þannig að þetta eru svona, já, þú ert að fara til upplifun og hún þarf að vera góð. Siglingar eru líka á ykkar dagskrá. Er Íslendingurinn duglegur að sigla? Er það alltaf jafn vinsælt? Það er mjög vinsælt og við erum svona að koma meira inn á þann markað og ég veit að það er bara eins og aðrir hafa verið að bjóða upp í mörg ár og við erum að svona aðeins að byrja að bjóða. Við höfum verið aðalega í Karabíska hafinu og erum að færa okkur yfir í Miðjarðarhafið líka. Þetta er, eins og ég segi, náttúrulega fara á svona skemmtiferðaskip. Þetta er svona upplifun, þú vaknar á nýjum áfangastað nánast á hverjum degi og maturinn, þetta er bara svona veisluborð sem maður svitnar undan krásum. Er allt innifalið í þessu, yfirleitt? Já, þetta er í rauninni, þú ert búin að kaupa siglinguna, þú ert með allan mat, þú getur valið hvort þú kaupir svona drykkjapakka sem ýmist við setjum inn í verðið eða ekki. Það er í rauninni, þú bara kemur um borð og þú þarft ekkert að taka upp veskið. Og þú ert að hverju kvöldi í kannski 4-5 rétta máltíð. Það eru hlaðborðið við daginn, þú getur farið á einhverja svona sérstaka veitingastæði sem eru um borð sem eru virkilega flottir. Og í rauninni kannski eina sem þú vilt gera ef þú vilt fara í skoðunarferð í landi sem kannski sem þú getur þá bætt við. En svo hverju kvöldi það eru sýningar, það er hægt að fara skauta, það er hægt að fara í bíó, það er hægt að fara í klifur. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt að fara í svona siglingu. Þú nefndir hérna áðan, Ingibjörg, að svona þessar hreyfi- og lífstílsferðir eru að sækja mjög í sig veðrið. Já. Hvað með borgarferðirnar, þessu gömlu góðu hefðbundnu borgarferðir? Já. Eru þær alltaf jafn vinsælar? Já, þær eru, við sem sagt kannski erum ekki að bjóða upp á 2-3 áfangastaði að fara með 1-2 flugvélar. Það sem kannski er okkar öðruvísi munstur. Við getum selt ránast öll flugfélög og þá eru borgarferðirnar mjög vinsælar hjá okkur. Við erum með mjög hagstæð verð sem er kannski öðruvísi. Við erum að selja flug og gistingu sem pakka.
Þannig að þú þarft ekki að velja þessa ákveðnu dagsetningu, þú getur nánast farið bara hvenær, hvort það sé með Wizz Air, með WOW Air, Icelandair. Þannig að fjölbreytnin í Borgarfjörðum er mjög mikið breytt í borgarfjörðunum okkar. Hvort það sé farið til Berlínar, farið til Ríga, farið til Búdapest. Þannig að þetta er mikið aukast af því að fólk er kannski alveg sjálfstæðara að ferðast. Og þá er það þægilt að koma í kaupi flugið og gistinguna og svo náttúrulega kannski sem breytist líka erum við náttúrulega alltaf á til þegar við erum með stóru hópana. Þá erum við kannski með heila leiguflugvélar sem geta farið hvert sem er og það er líka mikið aukast. Þú nefnir Wizz Air sem opnar dyrnar að Austur-Evrópu sem er að koma mjög sterk inn, sækir verðs, upplifunar, menningar. Já. Borgir eins og Kraká og Oslo, þú nefnir Budapest og fleiri borgir sem eru einstaklega áhugaverðar og það er eftir að fá kannski mest fyrir peninginn ef við horfum yfir alla Evrópu. Já, það getur verið eins og Gdansk er mjög vinsælt hjá okkur. Náttúrulega Wizz Air er lággjaldaflugfélag og býður upp á mjög hagstæð flugverð. Við höfum í rauninni, tókum í gegn rosa gott bókunarkerfi sem tengir okkur við rosa stóra hótelbyrgja sem við erum beint inn á, þannig að það sem við höfum kannski fram yfir er að við erum að geta boðið oft borgarferðir 3 nætur frá kannski 40.000 krónur á mannin sem er allt annað heldur að horfa hérna fyrir nokkrum árum síðan og það er náttúrulega sem að í augaleið við erum nánast að moka út þessum ferðum en þetta er Pólland, Gdansk, Budapest þetta er Varsjá, þetta eru borgir sem er mjög ódýrt að vera í, þú fær góðar gistingar fyrir lítinn pening og þú eiginlega kemur heim og ég eit ekki neinu, ég er búin að vera á flottustu veitingastöðunum, þetta kostaði ekki neitt. Þannig að þetta trekkir að. Ég hef verið á þessum slóðum og það er náttúrulega vekur sérstaklega athygli að bara að fá kannski hótelherbyggi í miðborg þessara borga á innan við 5.000 krónur nóttina. Nú bjórvísitalan er einstaklega hagstæð fyrir þá sem neyta bjórs, kannski 150 krónur stór bjór og svo framvegis. En heldurðu að þessir staðir fari hækkandi í verði vegna ásóknar útlendinga? Það er mjög lokkar. Það hefur ekki gerst ennþá? Nei, ekki ennþá, en það mun örugglega eitthvað gerast. Þetta er alveg eins og við vorum áfangastæði Dublin, var mjög vinsælt í Íslandingum, Brighton og þegar þetta fer að sækja meira á þessu ákveðnu svæði þá náttúrulega fylgir verðlagið oft með. Eins og til dæmis í Dublinni? Já, það var mjög fyrir kannski 4-5 árum síðan komst þetta í Dublinar og það var bara mjög hagstætt verð. Ég finn fyrir töluvert miklu verðhækkun á því þannig að ég kannski er að bjóða 3-4 daga ferð. Hún er meira en helmingi dýrari heldur en að fara eins og til Póllands eða annarra staða. En er það ekki bara eins og mörgum eins og Íslandi þegar ákveðin áfangastafur er vinsælt vilja þá ekki allir oft græða? En er landið mikið að pæla í þessu? Er hann að horfa í örin? Það fer eftir hvert þú ert að fara og á hvaða áfangastæði. Ef þú vilt hoppa í borgarferð, þá viltu kannski borga minni pening. Ef þú ert að fara í sólarlandaferð, þú ert að fara með fjölskyldunni, kannski búin að safna pening í marga mánuði, þá ertu kannski tilbúin að borga eins meira, að þú veist hvað þú ert að fá, þú ert að fara í gott hótel, þú ert að, eins og til dæmis að fara með ferðaskrifstofu, það er áræðanleiki, þú getur talað við fagfólk. Þá ertu kannski tilbúin að borga aðeins meira. Þannig að það fer svolítið eftir hvaða ferð þú ert að fara í, myndi ég segja. Gaman ferðir. Er þetta örugglega gaman? Já, er það ekki. Náttúrulega að fara í sumarfrí er að hafa gaman, skapa minningar með fjölskyldunni eða vinum. Þannig okkar ferðaskrifstofa og standandi nafni og gerir það svo sannarlega. Það er gaman. En ef þú fengir að velja eina ferð í sumar, þetta er ósakjandi spurning, hvert myndi Ingibjörg Eysteinsdóttir fara? Það er svolítið erfitt að segja eina ferð. Mér langar mikið að fara í kannski 10-12 daga siglingu. Þá er ég slá margar flugur inn í höggi. Ég væri til að gera það, en svo er það bara alltaf þannig. Það er Tenerife. Ég fer pottið til Tenerife í sumar. Hún dregur alltaf? Já. Alltaf sama aðdráttaraflið? Já, þetta er svona öruggt, gott. Ég þekki þetta, þetta er svona eins og annað heimili mitt. Góða ferð. Takk fyrir. Þættinum er þá lokið í kvöld og hann verður aftur að dagskrá hér á Hringbraut klukkan 21 annað kvöld. Verið sæl.